Góður gestir, við erum komin hérna í bókasmegl á menningarsmiðlinu og við ætlum að ræða merkingu eftir Fríðu Ísberg sem að fékk fjöruverðlaun núna í vikunni og við erum hér með tvo góða gesti, Hermann Stefánsson og Steinunn Rögnvaldsdóttir og við ætlum kannski bara að byrja á að kynna þau til leiks. Steinunn, þú ert að vinna á Reykjavíkurborg, hvað ert að vardúsa þar? Ég í starfsmannamálum og mannauðsmálum hjá Reykjavíkurborg, kynjafræðingur svona að upplagi og byrjaði svo að vinna í starfsmannamálum og hef verið viðloðandi þau síðan sem var einhvern áratug eða eitthvað leys. En já, svona kynjafræðingur í kjarnanum. Nákvæmlega. En Hermann, þú ert að skrifa, er eitthvað útgáfa væntanleg eða hvernig er staðan á? Já, þú baðst okkur nú að vera eins dularfull og við gætum í kynningu á sjálfum okkur. Þannig að ég ætla bara að standa við það, jú, ég er að skrifa og svona í janúar ég mest í að reyna að taka upp sólóplötu og mér finnst fólk eins og ég töndar að dreifa orku sinni sem mest og svo ef ég eitt undanförnum mánuðum ég að reyna að fara á hausinn jafnt og þétt. Svo ég með 2 verkefni, ég alveg viss að annað að kemur út bók, skáldsaga, jafnvel 2 og svo ég hef unnið á svolítið fyrir Alþingi í svona síðustu ár, aukavinnu og því sem fólk heldur þá ekki hægt að lifa af listamannalaun. En maður á börn og því líkt ekki þeim einum og sér en svo var ég að byrja í nýrri vinnu sem ég ætla að halda algjörlega leyndu hver svo ég sé dularfullur. Svona hliðarvinnu með ritstörfum. Og hvenær kemur svo þingfréttaritara bókin? Ég hef aldrei ætlað að skrifa þingræðu bók. Það er margir sem stungu upp að því við mig en nei, það er ekki, ég hafði aldrei áhuga á því. Þó það sé gaman að svona, jú, ég hef verið síðustu mánuði í að skrifa eldgamlar þingræður eða fara yfir þær. Það er svolítið mikið annað heimur. Mér finnst ábúðslega skemmtilegt tímabilið frá svona fyrstu ár 20. aldar í þingræðum. En það er bara búið, það er búið að vera 20 ár í gangi að fara yfir allar þingræður Íslandssögunnar og nú fyrir jólin þá lauk því bara. Þá var það ekki lengur mikil hliðarverkefni. En hvað ertu búin að vera að lesa svona þetta Fríðu? Ertu að tala við Steinunni eða mig? Við þig. Ég var svolítið duglegur fyrir jól að lesa nýjar bækur eins og merkingu eftir Fríðu Ísberg og fleiri. En annars hef ég verið í gömlum íslenskum bókum. Einar Kvaran og einhverju svona sem enginn les og ég er svolítið í þeim tíma, í sögulegum tíma. En Steinunn, hvað ert þú búin að vera að lesa? Já, ég er búin að vera að lesa Tjernobyl-bænina eins og ég held bara mjög margir. Skilst að hún farið hratt út úr hillunum í bókabúðum hérlendis. Angustúra var að gefa hann út bara held ég skömmu fyrir jól. Og hún er náttúrulega alveg ótrúlega mikið bók og það er líka bara svolítið svona sérstakt að lesa hana á þessum tímum. Það er að lesa bókina og maður lesa Tjernobyl og svo bara næsta sem maður gerir er að fara í símann og kveikja fréttunum og þá bara já, það er búið að hertaka Tjernobyl og þetta allt saman skapar mjög svona skrýtna stemningu fyrir þegar maður er að lesa bókina og það er mjög áhugavert að lesa þetta svæði og koma svona inn í, eða hún gerir það oft svona vel að koma manni aðeins niður í kvikuna á fólkinu frá þessu svæði og mæliðin dreif með En heyrðu, þá kominn tími kannski að fara í aðalefnið þáttarins merkingu eftir Fríðu Ísberg. Það er svona skáldsaga sem að fjallar heimi
nálægri framtíð, kannski 20-30 ár fram í tímann, þar sem að það svona útlit fyrir að það verði þetta samkenndarpróf sett á, sem að skiptir fólki dálítið upp í góða og vonda borgara og stýrir kannski pínu þeirra möguleikum. Og það 4, þú veist, það mismunandi sögumenn og kannski 4 aðalega og svona 2-3 sem að mér fannst eitthvað svona margrötunin virka að byrja á Steinunni. Mér fannst margrötunin virka mjög vel og en aftur á móti þá sko að næstu öllu leyti. Mér fannst bréfunum ofvikið. Þetta eru nokkrar raddir, fyrst og fremst 4 raddir, en svo það komið aðeins nokkrar ekki 2 eða 3 viðbót. En svo eru bréfaskriftir þarna sem að mér fannst að hefði mátt missa sín. Það fannst mér sko, voru ekki alveg svona í flæðinu, en ég veit að fólk hefur skipta skoðanir á því og það alltaf leið, en mér fannst sem sagt að það hefði mátt missa sín. Því að maður veit svo ekkert meira en þær sem maður skrifir sér bréf og maður áttar sig ekki sérstaklega vel á þeim og meðan maður fara að kynnast þessum aðal 4 bara mjög vel og þeirra svona fylginöttum líka sem koma þarna fyrir. En þetta virkaði mjög vel vegna þess að sko með því að láta þessar 4 tala og sýna líka bara fram tengingarnar þeirra á milli, þá sko, nær Fríða því framheldi sem hún vilji, sem að draga fram gráa svæðið, bæði í fólkinu en auðvitað málefninu líka. Þannig að ekkert einfalt, engin persóna einföld, heldur mikið bara fæstir svart og hvítt og þetta sko. Þannig að ég var bara mjög ánægð með hvernig bókin sem sagt var sett upp svona þessum leyti, þannig að það virka mjög vel. En Hermann, hvernig segir þetta ekki? Ég vil kannski byrja að taka fram að ég þekki Fríðu Ísberg ekkert persónulega, þannig að það ekki áróður eða vinahygli þegar ég segja að ég ekki alveg sammála þessu með að bréfunum séu ofvikið. Þeir hanga svolítið utan á og þeir eiginlega tengjast mjög óljóst hvernig þau tengjast hinum röddunum 4. En mér fannst þau vera einhver ballast í þessum bréfum og þessu vinasambandi sem greinilega í uppnámi og hvernig þær tala það uppnám. Og mér fannst það eiginlega bara skemmtilega ráðgáta hvernig þetta tengist sögunni sjálfri, þetta einhvers konar höfunda bókarinnar eða koma einhvern veginn að henni og einhvern óbæða hátt. Þannig að mér fannst það skemmtilega vít í bókinni líka, bréfin og margföldunni, eða bara þetta leyti finnst mér þessi bók rosa fín, hansi bara flott, sko, svona sannkölluð nýjung eitthvað. Eins og skáldið sagði, það alltaf verið að heimta nýjungar, en síðan þegar koma sannkallaða nýjungar þá fólk ekkert endilega opið fyrir þeim, en mér finnst þetta vera bara einstaklega vel heppnuð bók og líka bréfin. Já, en þetta kannski, mér fannst bréfin mjög skemmtilega, mér fannst kannski svona hefði kannski mátt tengja þau betur einhvern veginn. Það náttúrulega utanumliggjandi. Þau hanga utan á, það alveg ljóst. Og kannski hefði mátt tengja þau, en það má líka líta svo á að það sé bara skemmtilega ráðgáta hvernig þau tengist bókinni. En ef við tökum aðeins svona bara persónuna kannski svona eina fyrir eina, og það svona pínu kannski standa fyrir líka ákveðna þemu, byrjum kannski bara á þessari viðskiptakonu Eyju sem að sem svona, virðist alltaf augljóslega siðbrend, en kannski lent í þeirri stöðu að sko hennar kannski jákvæðu karaktereinkenni orðin neikvæð. Komast ykkur þessa persónu? Var hún höfnur okkur eða var hún skemmtileg eða? Hermann?
Mér finnst kannski ef maður ætlar að tala um þessa bók eða persónan hennar þá fjallar hún bókin fjallar polariseringu og það svolítið hættulegt, svolítið erfitt að tala um hana þess að hættan þess að fara út í polariseringu, að fara að polarisera, sem einhvern veginn, ef maður fer að þýða hugmyndaheim hennar yfir á almennt tungutak, þessi persóna náttúrulega svona, hvað að segja, svona, bókin fjallar samlíðan og þessi persóna svona viðskipta eða svona mógull, svona einhver verðbréfa mógull sem algengt að lýsa sem psykopata eða sem skortir samlíðan með öðru fólki. En svo og hún lent í því að samlíðanin orðin að skilyrðislausu kröfu og þú þarft að gangast undir próf til þess að athuga hvort þú hafi samlíðan eða ekki og hún hefur augljóslega ekki samlíðan með öðru fólki, en það má líka spyrja sig þetta svo flókið, það má spyrja sig einn ritari eða varst þú Ásgeir talaði svona hugmyndina að bókmenntir væru til þess fallnar að auka á samlíðan hjá fólki og þetta við komið bók sem virðist að einhverju leyti bara ekkert svo hrifin af samlíðan. Það má ekki gleyma því að það ekki allar bókmyndir góðar og það allar bækur góðar, það auka ekkert allar á samlíðan. Á Kúbu eftir byltingu að þá voru gefnar út bókmyndir sem þar sem hammar eru gerðir að táknmynd fyrir svikara við byltinguna og þetta bara áróðusbókmyndir gegn hommum og það eru ekki til þess fallnar að auka samlíðan. Og ég meina sama á við í mörgum einræðisríkjum sem hafa verið gefnar út skáldsögur bara gegn gyðingum og hinum og þessum. Þannig að bókmyndir þó að þeir geti kannski þeirra best líður, best gerist aukið samlíðan. Það má líka spyrja hvort samlíðan sé alltaf góð. Ég á villigötum. Samlíðan alltaf góð í bókmyndum þinn? Sko, bókmyndir mega náttúrulega bara vera alls konar og þú veist, ef við getum þekktar fyrir það sem þær eru, ef við tökum áróðusbókmyndum með þeim fyrirvara. Þannig að sko, þú veist, ég held ekki að bækur þurfi alltaf einhvern veginn að vekja samleiðin. Ég held að þú veist, bækur bara sem listaverk mega bara standa fyrir sínu og það í sjálfu sér þurfi ekki að skila neinu. En auðvitað sko, bestu bækurna eru náttúrulega þeir sem einhver svona, þú veist, sem einhver tilfinning og einhver heimspeki í sem að fær maður til þess að hugsa sko, og hafa áhrif á mann og hreyfa við manni og þá náttúrulega svona gjarnan í átt til samleiðinnar. Þannig að þú veist, þetta er ekki skilyrðislaus krafa en kannski einkenni góða bókmyndir að þær hreyfa við manni og en stundum eru náttúrulega ekki alltaf þú veist, í góða átt, það er bara eins og gengur og gerist. En sko varðandi hana þessa eyju, þennan karakter. Sko, ég reyndi alveg fyrst að því sko, að maður fær þessa bókum sem sér hvað hún fjallar og ég allavega svona og það hafði alveg áhrif hvernig ég las hana eitthvað svona, þú veist, þetta er samkennd og þá einhvern veginn ósjálfrátt fór ég ætla að sýna samkennd, það er allir alls konar eitthvað svoleiðis. Þessi karakter gerir mann náttúrulega bara frekar rétt fyrir. Hún er ekki næs. Maður myndi helst vilja forðast svona týpur. En eins og ég segi, maður reyndi alveg svona einhvern veginn setja sig í hennar spor og maður finnur alveg, og eins og með sko alla karakterina, þeir eru rosa breyskir
og þeir eru rosalega gráir, þeir eru ekki svarthvítir. Alltaf þessi svona aðalkarakterar. Ég stóð með að ég hélt ekki með neinu þeirra og ég hélt ekki á móti eða neinu þeirra heldur sko. Þetta er bara svona lýsing, þetta er ekki svona bækur sem eru einhvern veginn þannig að þú finnur þinn karakter og þú heldur með honum. Þetta er einhvern veginn þetta er bara þannig að hún dregur alveg mjög vel fram bara persónurestina í þeim öllum. En sannarlega er þessi karakter svona bara svolítið á kannski öðru leveli en hún hefur samt einhvern veginn samt náð slíkum tökum á að vera svona sem samþyktur einstaklingur í samfélaginu að eiga vini og þess aftar sko. Hún hefði augljóslega bara gersamlega fokkað upp samböndum líka. En hún sko köflum er líka bara svolítið svona kómískur karakter og kannski mest kómískur af þessum svona fjórum karakterum. Hinum finnur meiri svona, já, svona er smá illt í hjartanu með ekki henni. Nei. Ég veit má samkennd með henni bara út af því að það sem bókin sýnir einhvern veginn og ég held hún orðið að mér sagði skyndilega leikreglum breytt sko. Hún var eiginlega bara búin að finna út að bara þetta væri málið. Að vera samkenndarlaus sko, það var bara að borga sig. Þannig að maður pínu, hún fekk maður nánast til að sko, ok, nú skil ég hvernig bankamæður leiði 2008 eða olíugörkum núna sem allt í einu bara freistir eftir að hafa gert allt eftir bókinni. Einmitt. Hún kannski bara skild svona American Psycho, þetta er þannig týpa sem fótar sig vel í þeim heimi og kastar samlíðinu fyrir róða og svo bara allt í henni er einhver krafa eða einhver próf samlíðan. Þetta er einhverju leyti heimspekileg bók. Hún plantar alls konar spurningum sem er mjög erfitt endilega að orða eða hvað þá svara á almennu tungutaki sko. Það var eitthvað svona sem að þau voru að tengja sterkt við samtímann, það var ég að meina bara, það var alls konar hlut sem kom upp í hugan, slöfunarmenning eða COVID-passar, jafnvel upplýsingaóræði eins og í Úkraínu sem að Fríða myndist nú aðeins á í ræðunni núna, eða eitthvað annað sko. Já, bara allt þetta og sko líka kannski bara að því þetta er dystopía og þetta er vísindaskapur og en þetta er samt óbúslega raunverulegt og maður sér alveg sko að þetta einhvern veginn gæti alveg gerst. Ég fór hugsa bara Kína og þeirra social credit system sem að er notað til þess að sko þá sem að sýna sko óæskilega hegðun og refsa þeim og halda þeim á mottinu og þetta sko. Þannig að þetta er sko ofsalega sko raunveruleg bók og hægt að leita fanga víða í að tengja í sko það sem er að gerast í dag sko. Ég held jafnvel að lúmskur áhrifavaldur á þessu bók, annars ég viti það, séu Netflix-þættirnir Black Mirror sem svona mörguleyti bera höfuð og herðar yfir margt annað sem er á Netflix með svona aðeins inn í framtíðina, einhverja tilhneigingar í samtímanum með tækni og teknar út í aðeins lengra, aðeins inn í framtíðina. En samt þetta til staðar sko, mér stendur til boða app þar sem ég get fylgst með móður minni sem stríði við alls kyns veikindi og í rauninni ég skoða þetta bara, þetta er mjög sniðugt sem sé ég get vitað hversu með þessu appi hversu lengi hún er á klósettinu, ef hún er óeðlilega lengi á klósettinu þá kemur bara bling og þá veit ég það og ef hún dettur heima hjá sér þá er einhver skynjari hún er með á sér
veit að hún dettur. Og ég velti þessu fyrir mig og nei, mér langar ekki að njósna svona móður mína. Það bara eitthvað nett siðlaust við það. Það var einn kafli sem ég bara svona sá núna, þegar maður var að lesa hana kring jólin, þá var kannski alltaf aðrir hluti sem maður var að pæla í, en það var það sem að Óli sem þessi Ólafur Tandri sem sálfræðingurinn og svona höfundurinn af þessu siðferðisprófi, og hann segir eitthvað það byrju, hvað það? Já, að segja við eiginkona sem svona ósammála samkenndarprófinu orðin að hún sé empatísk manneskja og það sé eðli empatískra manneskja að sjá að mannlega í öðrum, þannig að þurfa að skilja að siðlausa prósentin nýti sér einmitt það meðvirkni hennar. Og því leist að núna þá hugsa ég bara Pútín. Já, ég meina spurningin hver munurinn á meðvirkni og samlíðan. Já, það og einmitt þetta sálfræðislangur, þetta krítiskur höfundur, hún ekkert ánægð með samtímann og það mjög kritísk á svona sálfræði jargon, en kannski það sem hún gerir hana meðal hans að nýjung, Fríða Ísbjörg nú lýsti í viðtölum að hún sé ekki alin upp á bókmenntaheimili bara og sé að við getum lesið mikið af því. Hún ekki hún stílisti, hún ekki sérstaklega flink í ritritun eða neitt frábæran orðafála sem hún gerir kannski svipað og Albert Camus gerði fyrir frönsku, að hún tekur inn talmál og setur það inn í bókmenntirnar sem hefur ekki, það hefur verið gert áður á Íslandi en í öðru samhengi. Elias Marr gerði þetta til dæmis, en þá var það dönsku sletturnar allar sem ræta inn. Nú það þessi nýja íslenska sem með enskri orðaröð og síðan rosalega mikið af slettum og fucking allt og fucking þetta og fucking hitt sem fylgir þeim personum sem merktar sem samlífunarlausar. Og það kannski gegnumbrotið í bókinni, það þetta svona færa þetta inn í bókmenntirnar. Þetta með krítikina, þá þetta einmitt og með sálfræði vinkilinn þarna, þá þetta náttúrulega kaldhæðnislegu snúningur á sálfræðisþjónustu, að þegar hún verði aðgengileg, þá gerist þetta og það verður líka allir kvíðnari vegna þess að þetta próf kemur til sögunar og það verður allir ógeðislega kvíðnir yfir því og hvort að þau ná og þetta allt saman. Þannig að eins og þessi lýst í bókinni, þá fær maður svolítið svona á tilfinninguna hér sem komin, eða hún sé að lýsa svona öðrum heilsutengdum iðnaði sem að vex og þrífst á því að smána fólk. Og þetta kemur fram í bókinni þar sem að verið svona íta fólk býttu, ert þú ekki hjá sálfræðingi? Ert þú ekki að fara reglulega og hugsa um þig? Hver á að gera það þá fyrir þig? Þú ert ábyrgð fyrir því og svona. Þetta tengsl við þessa heilsugeira, hvort það þjálfun eða mataræði og þetta allt saman. Þessi mikla pressa og náttúrulega bara óbærslega mikil markaðssetning í því að fólk verði nú að hugsa sjálf sig, annars kemur það þessu að smána fólk og það sé bara ekki samfélagslega viðurkennt að vera ekki svona upptekin einmitt að heilsu sinni og sé bara í rauninni merki leti og ómennsku. Þannig að mér þetta svona komið þarna inn. Maður getur líka spurt kannski samlíðan ótæmandi auðlind? Það
það ekki bara, já, það annars vegar sálfræði iðnaðurinn og þessi fræga handbók í Bandaríkjunum sem var 70 eða 30 síður fyrir árið 1970 en núna 800 síður með skilgreiningum á alls konar röskunum og svoleiðis sem knúið áfram af lyfjaiðnaðinum að einhverju leyti. En svo eru líka fjölmiðlarnir sem eru stöðugt að spila inn á samlíðan og þeim meira að því sem þróunin verður að mynd látum segja meira en 1000 orð. Franska dagblaðið Le Monde þrjóskaðist lengi við að birta yfirleitt nokkra myndir þegar þeir trúðu því að texti segði meira 1000 orð segði miklu meira heldur en ein mynd. Ein mynd getur af barni, deyjandi barni eitthvað, og hún getur haft rosalega tilfinningalega áhrif á mann, en hún hefur ekki áhrif á kalda rökgreiningu eða svona heimsmynd af segjum stríði eða maður getur ekki skilið aðdraganda eða sögu stríðsins í Úkraínu út frá einni mynd. Maður vill bara samlíðan og síðan hægt að misnota þá samlíðan bara einhver draslmiðlar sem sorpmiðlar sem eru endalaust að spila á það að maður hafa samlíðan með einhverjum sem einhver tilfinningaklám eins og held ég persónan orðaða einn af þessum og maður einn af þessum sem eru merktir og maður veltir fyrir sér af hverju stundum af hverju hef ég einhverja samlíðan afgangs fyrir þessa frásögn í íslenskum miðli sem þýdd úr bandarískum draslmiðli einhverja manneskju sem lendir í einhverju smávægilegu atviki í stórverslun og bara fólk getur bara fokkað sig, það rosalega mikið skít sama og það ekki bara eðlileg afstaða að hafa til einhver sem greinilega bara að misnota eða gera sér samlíðan almennings að féþúfu með svona blaða iðnaði eða fjölmiðlun svona gulripressu og svo kannski eru þessir samlíðunarlausu þeir minna eitthvað svolítið að bara incel-hreyfingar. Þetta eru karlmenn einn sem neitar að taka prófið og ætlar að bara láta það óskilgreint hvort hann hafi samlíðan með öðru fólki og getur ekki flutt í hverfið þar sem allir eru merktir og þá verður til svona polarisering eins og incel-hreyfingin í Bandaríkjunum og getur svo sem orðið víðar. Þessi strákur sem svona yngsta persónan eiginlega, það var svo einu sem ég var viss að myndi ná samkynhneigð í raun og veru. Af öllum persónum. Síðan var hvað fyrirgerð? Þetta var eina persóna sem ég var viss að myndi ná samkynhneigð. Já. Það fann það svo sterkt í karakterunum að hann hafði... Algjörlega, já. En hann fekk náttúrulega bara aldrei einhvern veginn, hann fekk, af því að þessi samkynhneigð, hún kannski ekki óhljóðandi uppstöð, en hún líka bara ekki, stendur ekki öllum til boða og sérstaklega ekki hjá þeim sem hafa staðisprófið að þeir geti hugsað sér að dreifa henni meðal þeirra sem hafa ekki gert það. Það mjög áberandi. Og þetta náttúrulega bara sýnir það að ná þessu prófi, það svo sannarlega ekki í þessari sögu ekki að sama og vera góð manneskja, svo sannarlega ekki og þetta náttúrulega snýst auðvitað líka og dreif fram hvernig þetta snýst vald og þau hafa náttúrulega þetta vald sem að hafa náð þessu prófi þau sem að kom og það bara náttúrulega sagt og kemur hann sig bara skýrt fram í bókinni að það eru helst þau sem að standa þessum fæti sem í hættu á að ná ekki prófinu og þannig þetta bara svona sýnir hvernig hinn jaðarsettu verða jaðarsettar í svona sem ákveður svona regla og samkenndin einmitt
virðist svo sannarlega ekki vera fyrir þau og þegar að sko upp staðið fyrir þennan dreng á endanum þegar hann upplifir alla þessa sko samlíðan með sér vegna þess að hann hefur bara verið við dauðastyr og upplifir bara allt í einu bara ást frá fólki sem að hann hélt að væri löngu búið að afskrifa sig og var það kannski og var það sennilega og svona spurning hversu djúpt þetta hefur svo náð jafnvel en þegar hann upplifir það þá þú veist þá fyrir hann að hafa trú á sér og einhvern veginn sko þannig að hann sé líka góð manneskja og geti alls konar og eitthvað svona þannig að það mjög sterkt þú veist þetta með þú beitir líka í rauninni sko valdi beitt með samlíðunum með því að útdeila henni og útiloka aðra og það náttúrulega þetta bara klassíska skref það þessi tekur alveg upp þetta orðalag sko að það sé bara hljóma í fréttum að það hafi verið ómerktir einstaklingar sem að frömdu þetta rán eða frömdu þetta ofbeldi eitthvað slys alltaf tekið fram í fjölmiðlum eins og það vill gjarnan vera þegar það eru einstaklingar að erlendum uppruna og þess að það er í því fjölmiðlum sem við búum við í dag. Þannig að fordómarnir færast bara ef við bara tekum fordómarnir svona fordómar nú eru gagnvart þessu ómerkta fólki í þessu samhengi. Já, gagnvart merkta fólkinu ekki? Það er tekið fram þegar það er merktur einstaklingur, ekki? Nei, það er tekið fram þegar það er ómerktur einstaklingur sem eigur á sko ótta hina merktu við hina ómerktu og virkar í þessa polariseringu sem er mjög áberandi í bókinni. Þetta er náttúrulega bara eiginlega óbúslega þversögn. Merktir og ómerktir þá að vera samlíðan en síðan er engin samlíðan með þeim sem ekki standast samlíðun og próf. Þetta er fyndin bók, hún er launfyndin á margan hátt bara eins og með Viðeyjar hverfið auðvitað hlýtur að koma því að kemur hverfið út í Viðey eða nema að hafi vísað til einhvers annars hverfi sem ég þekki ekki en það var byggt út í Viðey og eins og nöfnin þau eru fyndi. Og maður velti líka fyrir sér sko að samlíðan kannski sé með pluss og mínus og þú sér það bara í stríðinu núna að samlíðan með Úkraínumönnum hættir alveg til í að verða neikvæð samlíðan, skortur samlíðan gegn Rússum sko, ekki bara Pútín og maður sér það alveg hægt og rólega að byrja að gerast. Og það er einhvern veginn svo bara í hvaða samhengi sem það er, þá er alltaf þessi hætta sko. Að þeir sem er einhvern veginn fyrir utan mengi, að þá einhvern veginn sé ekki pláss, sé ekki nóg samlíðan eftir verið það og þá fá þeir skortinn sko. Það var mitt grein í El País núna bara í gær svona efnahagsþvinganir og hvernig það virkuði í listum. Ég hafði ekki áttað mig á því þegar ég fór sem tónlistarmaður til Moskvu 2004 og kynnist aðeins listaseininu þarna að hata allir Pútín og hann er bara einræðisherra og hann er að láta listamenn bara hverfa. Fólk er bara bara skotið en núna er listasenan að velta fyrir sér hvort hún eigi að hunsa rússneska listamenn. Þá finnst mann það nú kannski öðrum þræði svolítið hart þó að maður styðji allar aðgerðir gegn Rússlandi. En þetta er eina fólkið sem hefur verið að segja að þetta er einræðisríki í 20 ár. Rússneski listamenn. Ég sá einhverja sem voru að tala sko að hún var úkraínsk og hún var í rauninni að styðja boykott gagnvart listum og sagði bara eitthvað þá leið að rússneskar listir hafi búið til þennan raunveruleika sem er náttúrulega pínu hæpið ef að þær eru allar á mótunum sko. Svo er náttúrulega til ríkisstyrktar listir og sem bara og það eru þetta örugglega til listamenn sem eru bara Pútín sinna sko.
og þær eru ríkisstyrktar og sem ríkisstyrktur sem ríkisrekið skáld þá velti ég auðvitað fyrir mér hverjar eru skyldur mínar í samfélaginu gagnvart ríkinu ber mér að samþykkja það sem Íslenska ríkið gerir eða er ég skuldbundin til að viðhafa einhverja gagnrýni á það sem getur verið yfirborðskennt líka. Var ekki hægri hönd Pútíns, hann var nú held ég rithöfundur? Já. Lengi vel og svona, eiginlega dystopíuhöfundur, sko. Já. Það var gengi alla leið í því, sko. Já, Goebbels var rithöfundur, hægri hönd Hitlers, hann skrifaði leikrit og ljóð og... Þannig kannski bara best að banna þessa rithöfunda? Hvað segirðu? Kannski það bara best að banna þessa rithöfunda? Já, það getur orðið eitthvað í alræðisríkjum og þó að hljómi kannski einfeldnislega þá getur listinn fengið eða Pútín hefur alltaf tekið list alvarlega. Hann veit að það er ógn af þeim. Það er til fleiri aðferðir við að afgreiða gagnrýni listamanna eða kritik heldur en að skjóta þá en það er lang svona mest afgerandi viðbröð að láta það hverfa eða skjóta þá eða innlima þá einhvern veginn í kerfið sem var náttúrulega það sem nazisminn gerði og tókst mjög vel. Og það var eitt sem ég hugsaði daginn bara þegar maður heyrði að í rauninni Facebook var dett út í Rússlandi og fleiri samfélagsmiðlar og þá fór maður að hugsa sko að þarna burtséð frá stríðinu ákveðin dystopía þegar að þessir hlutir fara að þá geta sumir ekki verið í samskiptum við ákveðið fólk og svona við fengum að kjósa eins og í bókinu það sem kosið samskiptaprófið á endanum og bjartsýn að halda að við fáum að kjósa samskiptaprófið ef það kemur til kastana. Já, sko, mér fannst þetta sko eiginlega vera, já, mér fannst það vera pínu og raunverulegt að einmitt að væru svona kosningar í einhvern veginn. Ég á bara einhvern veginn að það kæmist á, af því að svona, maður svona tvistið myndi þetta gerast, myndi ekki myndi vera meiri mótsöða gagnvart þeim sem, af þeirra hálfu sem að vildi þetta ekki og myndi ekki stoppa þetta einhvers myndi ekki beita völdunum sínum þar, færast völdin svona auðveldlega á milli, er náttúrulega ekki að fara, þau eru ekki að fara þessum völdin, en þau eru að færast einhvern veginn voða meira svona áreiðslulausara á milli, sko, heldur en maður haldið. Vald aðlaga sig náttúrulega alltaf, það aðlaga sig að breyttum aðstæðum til þess að það er alltaf einhverju sem að halda valdatömmina og það rennur kannski eitthvað á milli, það færi sig andri mitt svona þversum. Mér finnst það kannski pínu mitt og að við fengjum að þetta yrði að raunveruleika vegna þess að einhver með völd myndi sennilega stoppa það vegna þess að það væri í hans þágu, sko. En á sama tíma þá einhvern veginn verður þetta greinilega svona eitthvað svona samfélagshreyfing sem er erfitt að stoppa. Og það er náttúrulega, maður beitir ímyndunaraflinu og ímyndar sér að allt getur gerst. Það er það sem að gerist í bókinni, sko. Já, fyrir kannski eftir því hversu mikið maður trúir á kosningar. Ég skildi það þannig að meirihlutinn í bókinni hefði náð samlíðunarprófinu. Það var náttúrulega augljóst að samlíðunarprófið verður samþykkt í kosningum og sama hátt sigrar Pútín alltaf í kosningum, hann fær 180%. Og þessu er lýst alveg í gegnum Sólveigu, karakterina, hún greiðir atkvæði og upplifir að það skipti engu hvað hún kýs, heldur sé einhvern veginn, þetta sé skrifaði í stjörnurnar hvernig þetta farið, sko. En já, þetta sé bara komið einhvern veginn lengra heldur en sé hægt að stoppa þetta, sem einmitt þessi,
þessar tækniframfarir það sem við förum alltaf fram úr okkur og það svolítið, þetta er klassískt stef og drefum þetta fram í bókina við ætlum að við sem samfélagi ætlum að leysa eitthvað með tæknilegum lausnum og það snýst alltaf í höndunum á okkur og svo lítum að hvað gerist í heiminum og þú veist og Rússar eru búin á Tjernobyl og þetta allt saman og maður bara já, allt, þetta snýst alltaf í höndunum á okkur sko. Já, borgar sig ekkert að vera að reyna að bæta heiminn. Við heilum alla sko. Allavega ekki með einhvern svona tæknibrasi. Nei. Kannski bara með einhverfi íhugun eða eitthvað. Já, breyta sjálfum sér og þetta er náttúrulega þetta fólk sem hefur staðið spælur og það er náttúrulega upphefða sjálft sig á kostnað hinna og af algjörum samlíðuðan skorti. Þetta eru bara ensku slettandi glæpamenn sem eru ekki með. Og þess kostningar hafa eða þú veist hvaða áhrif þessu raunverulegt lýðræði eru kostningar, hvaða áhrif hefur eitt atkvæði hefur einhver völd sem almenningur í þó að ég heita lýðræði samfélag. Ég meina bara hvað völd höfum við núna þegar við erum einhvern veginn já, kannski þegar það er svo margir faktorar sem eru bara fyrir utan þetta kerfið, þú veist, eins og bara alþjóðleg batteri eins og Facebook og YouTube og allt þetta sem að einhvern veginn sko stýra rosalega miklu hvernig við lifum og við einhvern veginn höfum hvergi að hvað sett sko. Hvort það er. En þetta kannski að spyrja ykkur, voru eitthvað svona, Hermann myndist á American Psycho, voru eitthvað svona fleiri verk sem eitthvað finnst kallast á við? Það myndist ég á Psycho. American Psycho. American Psycho, ég myndist líka á, þetta kallast á við, það er auðveldra að benda á suður-ameríska kvenrithöfunda núna þessa dagana, en þetta kallast líka á við útlendingin eftir Albert Camus, það sem gerist í þeirri bók sem á það líka sameiginlegt að innlima svona slettur og talmál þó að það kom ekki fram í íslenskum þýðingum. Það sem gerist í þeirri bók er að maðurinn er ekki dæmdur fyrir að drepa mann, hann er dæmdur fyrir að syrgja móður sína ekki nógu mikið. Hann er dæmdur fyrir skort á samlíðan, af því að hann er á einhvern hátt kaldur. Já, einmitt. Mér fannst þetta einmitt, eins og ég sagði aðeins meira og svona með einhvern veginn vera allt voðalega raunverulegt og maður getur fundið vísanir í bara raunveruleikanum, en ef það var eitthvað svona sem að mér fannst vera svona, af því þetta er, eins og segja, þetta er framtíðsaga, þetta er dystopía og það er kannski ekki, mér hefur alltaf ekki fundist vera mikið af þeim sko í íslenska bókmenntaheiminu og mér finnst þetta mjög skemmtilegt form og alveg frábærlega skemmtilegt og gefur ímyndunarafnum alveg lausan tauminn, þannig ég bara vilja sjá meira því, en það er náttúrulega önnur skaldkona sem er Hildur Knútsdóttir sem hefur líka gert svona dystopíu sem er Nornin, miðjubókin í hennar svona fantasíu þrílegg og það voru líka ímynda sér svona hvernig einmitt Reykjavík eftir loftslagsbreytingar og þetta er svona þetta er reynda mjög ólíkt hvernig þær sjá þetta fyrir sér, enda kannski svona svolítið öðrum, held ég sér þetta fyrir sér kannski 100 ár fram í tímann eða eitthvað, en Fríða er kannski einmitt, kannski 30 árum 30 ár fram í tímann eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, allar þessar pælingar eru náttúrulega mjög áhugaverðar einmitt með viðeyjarhverfið sem er orðið og hjúpinn og eitthvað svona sko. Og tækniframfarir og svoleiðis. Loftslagsbreytingarnar voru ekkert áberandi í þriðju bók og það hefur svolítið verið bent á það að það sé sérstakt og kannski smá svona einhvern veginn já, maður veit ekki hvort að maður á hvort að það á svona aðeins að kippa í mann að þetta sé svona orðið eitthvað non-issue.
Það verði ekki þannig að það verði bara allir orðnir vanir þessu og svo heitt á hálendinu og fara að rækta jarðarber á miðhálendinu. Það venst allt. Já, það er kannski málið að þær eru þannig og það er sjálfsagt skelfilegt ástand en það er einhvern veginn hægt að pæla í því ómikið, bara eins og kannski alltaf bara í fréttum. Ég meina, maður bara, Úkraínustríðið er núna, verður það verður kannski að það í gangi eftir mánuð en verður það að tala um það. Það er orðin, skeptískur á úthaldið í að fjalla hluti, En kannski líka þú var að skrifa bók sem er ekki loftslagsbreytingar en verður samt að ávarpa þér einhvern veginn. En bara komast hjá því að bókin fara eitthvað snúast þeirra því að bókin snýst þetta efni sem er alveg nógu juicy í sjálfur sér til þess að fara að blanda, eða annars að fara að blanda þessu stóra efni inn í líka, Það er kannski spurning hvað samlíðan endist eins og í stríði, eins og samanber bara stríð í Guatemala sem stóð yfir frá 1960 til 1990 og fól í sér bara gereyðingu á frumbyggjum. Það voru allir orðnir vanir þessu. Þetta var ekkert svo mikið í það stóði fram yfir 90, fram undir 2000 minnum og var alveg hrikalegt og skýrslan sem stóð það var aldrei talað þetta neitt. Bæði að þetta er fjarlægt og að það var alveg vant í að það er alltaf stríð í Guatemala og marga áratugi. En það er einmitt, þetta er aftur þetta með samlíðina, það er ekki, hún stendur ekki öllum til boða og þá ræður einmitt kannski fjarlægin ýmsu en líka bara það er eins og með Úkraínu núna, mikinn samlíðin í gangi með þeim en á sama tíma náttúrulega búin að vera stríð í Sýrlandi og búið að og þetta sífellda þjóðarmorð í Palestínu og þetta og fjöldamörkunni stríð í gangi en þegar þetta kemur aðeins nærma nú líka bara örugglega ráð trúarbrögð hér ýmsu að þetta sé upp til hópa eða sem fólk sem í til kristni trúarbrögðum að samkenndin flæðir virðist aðeins meira til þeirra heldur en annarra sem eru lengra burtu og kannski trúa á annar heldur en það sem við eigum svona kannski höfum alist uppið. Hvað frá því hver trúir í dag, Herforingjastjórnin í Guatemala áenga herforingjarnir sem voru að slengja börnum utan í vegg af því að voru indjánar eiga ekki samlíðan skilið og líka það er fjarlægðin sem gerir þetta í Úkraínu stríð í Evrópu, þetta er nálægt okkur. Það er eins og með bara tvíburaturnana, það var nær okkur. Þá vill kannski gleymast að það hafi verið stríð eins og stríð í Júgóslavíu, það í Evrópu. En nefnilega, það virðist gleymast að fólk sé að halda að sé að koma stríð einmitt í Evrópu í fyrsta sinn frá fyrir seinni heimsstyrjöld og tekur alveg, skilur alveg eftir Júgóslavíu stríðið, en það koma líka trúarbrögðinni. Og náttúrulega, kannski höfum bara líka verið of upptekin af heimsstyrjöldinni síðar, hún hefur stundum verið aðeins eina stríðið, Já. Líka, fyrri og síðari og þessi merking og merking. Já, og svo má líka bara leita í söguna miklu lengra aftur í tíman. Sagan öll full af voðaverkum og bara skoðar stríð Rómverja og hegðun Spartverja eða bara frönsku byltinguna. Það er eins og andinn undanfarinna ára sé sá að fyrir og seinni heimsstyrjöldin sé einhverjar einstakar undantekningar í mannkynssögunni sem það ekki. Og síðan er kannski líka spurning hvort að samkennd geti stöðvað stríð eða hvort þú þurft að móti að vera með allt í kaldan haus eða þú ætlar að semja við Putin eða hvern sem er. Eða þú ætlar að skjóta hann. Ég meina bara af hverju
samanber brandarann bara sem á heimfara upp á Pútín ef þú sæir Pútín á og hann væri að drukkna og þú hefur tvennt að velja, þú getur annaðhvort bjargað honum eða tekið mynd á honum til þess að birta á samfélagsmiðlum. Hvernig filter myndirðu velja? Það var nú einmitt bíómynd fyrir einhverjum 10 árum síðan, Looper, sem var sko Bruce Willis lék leigumorðingja sem fékk það verkefni að sko drepa barn sem átti eftir að, hann sendur framtíðinni sko, og fékk það verkefni að drepa barn sem átti eftir að verða einræðisherra eftir 50 ár sko. Já, við höfum algengt þema sko. Já, algjörlega. Og svo bara gefur samkennið þegar þetta ósköp krúttlegur og vinarlegur strákar sko. Ég held að það hefur verið eitthvað mesta góðverk í sögunni þegar Trujillo einræðisherra var myrtur, að gjörðir hans voru svo hrikalegar að hann hefði ekki verið drepinn það var fullkomlega réttlætanlegt morð. Stundum réttlætanlegt að ráða fólk á dögum. En sko varðandi hvort að sko samkennd geti stöðast því þetta náttúrulega sko, það getur verið svo margan hátt eins og bara til dæmis með sko það viðskiptaþvinganir sem í gangi núna, gagnvart Rússlandi, Pútín og efsta laginu, að sko ef það samkennd einmitt með úkraínsku fólkinu, þá kannski líklega til þess að þær viðskiptaþvinganir þær njóti stuðnings þráttur þær býti á þá sko sem að beita þeim líka. Það verður alltaf óhjákvæmilega þannig. Eins og bara þetta varðandi viðskiptabann Bandaríkjanna á Rússland og hækkandi olíuverð sem að býtur náttúrulega alla á almenning líka, en það virðist vera að fólk sé tilbúið, bandarískt fólk sé tilbúið að cancela Rússum og leggja á eitthvað á sig til þess, vegna þess að annað hvort það hafi samkennd með úkraínska fólkinu eða það sé búið að svona ákveða það sé í þessu liði sem að á móti Púsum og Pútín og Rússum. Þannig að það allavega virðist vera svona ákveðin stemning fyrir því að cancela Rússlandi. Það er kannski heimspekilega spurningin sem við sitjum uppi með þessum bók hvort hugmyndin samlíðan sé að einhver leyti handónd og tækifærismennska. Kannski ekki bara spurningum að fari of langt einhvern veginn sko það ég eitthvað sko að vandinn væri að fyrir einhverjum áratugum þá eiginlega bara mátti ekki tala tilfinningar og þá einhvern veginn bara allir voru saman herpir sko á sálinni, en síðan eiginlega fer það í hinn áttina og það allir að vera að tala tilfinningar allan tímann sko og þá verður pínu sko rökhyggjan úti. Að þetta kannski spurning hvernig finnum við balansinn? Já, við lifum rosa skrýtna tíma og það ofboðslega mikið samfélagsmiðlum að kenna eins og fjöldi rannsókna sýnir. Hvað stuðlað að polariseringu og var með þarna kafli eða texti í bókinni sem í þessum bréfum þar sem hún skilur ekki af hverju fólk að segja ef þið eru á þessari skoðun þá skulum þið afvinna mig. Þannig að fólk vill bara heyra sínar eigin skoðanir bergmálast og það gerir það. Ég er ekki á Facebook, ég hef ekki verið í marga mánuði og hef verið mjög bilkvæmur en maður allan að reynir að heyra raddir fólk sem maður gjörsamlega ósammála. En hættan svo maður lokist bara og það bara lokist bara inni í bergmálshelli og fái þá tilfinninguna að manns eigin skoðanir séu mjög útbreiddar og séu viðteknar sem það eru bara kannski alls ekkert.
Já, sko ég held að kannski það sýnir sig sérstaklega kannski í sögunni eða þegar að vera hérna svona klára sögu veturs siðfræðingsins og kennslukonunnar að sko að einmitt að þetta að loka sig af það sko virkar ekki, við getum ekki útiloka breyst fólk eða þau sem við erum hérna ósammála með því að hérna nota einhverju svona, þú veist, nota svona tækni og samfélagslega svona útilokunar aðferðir en sko það sem eftir stendur náttúrulega og það kannski sem við getum kannski sagt sjálft sérstaklega eftir við erum búin að fara í gegnum sko náttúrulega kannski sem samfélag dálla naflaskoðun í síðustu svona samfélagsmiðlabyltingum, mýtabyltingum og svoleiðis að við getum kannski frekar sett mörk sem persónu, frekar í merkingar. Kannski það svona líklega til hérna að sko að fúnkera. Því einmitt það að sko einhvern veginn ætla að loka þeirra úti það náttúrulega veldur ákveðinni svona polariseringu og ef að hún hérna kemst að gott skrið þá það svo hættulegt. Við sjáum bara hvað gerist til dæmis í hérna og hefur gerst á síðustu árum í Bandaríkjunum í aðdraganda og eftir að hérna Trump var kosinn forseti að hérna polariseringen hefur aukist milli sko fólk sem styður mismunandi stjórnmálaflokka og það jafnvel orðið svo að hérna mjög stór hluti fólk sko heldur þau sem að kjósa annan stjórnmálaflokk sé bara ekki gott fólk og vill helst ekki vera nágrannar þeirra og hérna vera nálægtir og hérna og þá sko þú veist þegar fólk hægt að tengja og það ekki þessar tengingar heldur bara þessi aðskilnaður og hérna fólk vill ekki sko getur ekki hérna verið í svona umhverfis breyst fólk, þú þarft ekki einmitt að vera hérna svona alveg ofan í því en þú þarft kannski einmitt að hérna geta umgengst og umborið svo lengi sem að þú bara getur sett í mörk og virt þau og hérna og hérna staðið með því að þau séu virt. En ef það er ekki gert, þetta er bara eitthvað að loka sig í hvort sínu horni, þá náttúrulega kannski verður á kalt stríð á milli þessara hópa sem á endanum hérna breytist í eitthvað hræðilegt eins og kannski svona ástand í alþjóðastjórnmálum endurspeglar líka. Já, og leiðir kannski líka til stanslausra samræðu slita og það verður ekkert samtal það þarf ekki að tala við þennan eða hinn vegna þess að hann á hinn í stjórnmálaskoðuninni og þar með er hann ekki bara vond manneskja heldur eitthvað verðgefin heldur en við sem erum vinstra megin við erum svo káfis og ég hef alveg ég lifði kæruleyslegir sögu að fljóta með í síðustu bókmenni og hún fekk bara svona svaðalega harkaleg viðbrögð frá mjög mörgum sem hefðu ekki lesið hana og það las og hún kannski kom fjall þessi bók og fekk bara og eins og þetta voru smásögur og það var eins og það var ein saga í bókinni og það var þessi og tvö viðtöl í fjölmiðlum við mig og það sem er hann á þessari hættulegu skoðun þetta var skáldskapur og það var engin skoðun í þetta var svona kynja dystopía einhver eða sem sé gerist í framtíðinni og karlmenn eru farnir að kvarta mjög mikið undan kynferðisáreitni og en bókin auðvitað kannski kom fjall og það var svo sem alveg ég gerði mig grein fyrir að væri hægt að skilja söguna svona en ekki í besta sagan í bókin en ég tók bara þannig að segja að prófa þetta að láta kalla sér bara og það var ekkert það var ekkert gríðlegt mál, einhverjar 2 fréttir og eitthvað og mjög mikið af fólki sem á Facebook sem fordæmdi mig fyrir texta sem það hafði til þessi. Þetta kannski pínu kallast á því sko, en ég sem með polarisleikuna er að
sem vetur orðar það ágætlega þegar hún sjálf eiginlega verður sko lendir því að hún segir það eru fleiri en hún byrjar að þegja og hlusta, íhuga, skilja báðar hliðar og þora ekki að taka afstöðu af því afstæða er alhæfing og maður skynjar þetta kannski stundum að sko kannski það sem maður skynjar í pólaríseringunni ekki að maður ekki að útiloka sjálfur og þá einhvern veginn verður samt óttinn við útilokun, óttinn við að vera settur liðið sem maður ekki einhvern veginn, með því að vera aðeins að skjöld að það svo fljótt að koma og þá kannski verða pólarnir til út af því að helmingunni í milli þá verður hinn þögli meirihluti til. Já, já, nákvæmlega kannski meirihluti sem bara á víðsýnni og yfirvegari skoðun og empatískur og getur séð tvær hliðar á öllum málum en vill ekkert vera að vanda sér einhver læti. Já, fólk einhvern veginn, þú veist, þarna þetta félagslega taumhald alveg mjög þrúgandi og kannski það náttúrulega, þú veist, á sér við getum líka bara til dæmis leita í sko, okkar eigin fórstu þegar við vorum unglingar, þá passaði maður rosalega mikið sko, hvað maður sagði og hvað liði maður verið og hvort maður verið svona eða hins eginn allavega það eitthvað sem ég upplýði að maður var að passa sig að vera svolítið einmitt í sínu bókseti sem maður fittaði inn sko. Svo þegar maður eldist þá var manni aðeins meira drull og svona kannski fór úr þessu en þetta svo kunnuleg ástand að einhvern veginn fór ekki kannski alveg að segja það sem manni býr í brjóstlegna sem maður vill tilheyra og það bara svolítið að lýsa því sko en á sama tíma að benda á hvað getur verið hættulegt þegar við erum komin á það eins og þarna sem að vetur að velta þessu fyrir sig í samhengi við það að það er verið að setja börn í prófið og þá þetta náttúrulega sko bara börn sem að eru kannski ekki alveg ábyrg sko gjörða sinna og það ekki einu sinni verið að testa þau í kjölfar einhverju gjörða. Þetta eru svona einhverju forvirkar rannsóknarheimildir þar sem snýst ekki hvað þau hafa gert heldur hvað þau gætu gert og þau sem sagt þau undir þetta sett sem náttúrulega þú býr siðferðislega. Það einmitt þetta hugtak forvirkar rannsóknarheimildir sem kemur svolítið í hugann. Hvað það eiginlega? Er það einfaldlega hugmyndum íslenska njósnastofnun sem þessum stórveldin eru með eða er það einhver hugmyndum athugun á illu eðli fólks og hvað gæti gerst en gerist ekkert endilega. Ég reyndar gerði þetta ekki sem unglingur, ég gerði allt til að vera öðruvísi sem unglingur, öðruvísi en allir aðrir en það var ég ekki hrifinn af þeim tíðarandi sem og þeim skóla sem ég var í og einhver tónlist sem ég fílaði ekki og það getur auðvitað, það er kannski líka önnur hlið af pólaríseringu, það er freistandi að þú veist, ef maður talar um þetta í sammenningunni góða fólki, vonda fólki þá er það ekkert endilega sniðugt svar við því þeirri pólaríseringu að prófa nú að vera vonda fólki, það er sniðugt svar að reyna að hugsa skynsamlega og vera sjálfstæður í hugsun og kritískur en þú veist, maður sammála langflestum skoðunum góða fólksins eða ég tala fyrir mig en finnst það stundum svolítið einstrengingslegar og eins og hluti af því að vera á Facebook að maður myndi sér einhverju skoðun af einhverju máli svona reynir að gera það hægt og varlega og síðan áður maður búinn að mynda sér skoðun þá kemur einhverju og orðar þá skoðun sem maður að mynda sér með helmingi sterkari orðum en maður myndi gera sjálfur og þá kannski hættan að þrjóskan sendir mann bara í hina áttina
og þannig getur maður rakist á milli póla í pólarisefingunni eða mér finnst það heilbrigðast að vera að reyna að þá allavega að falla í gjána sem myndast þegar tveir svona jarðfræðiflekar líðast í sundur, farið sitt hvað áttina. Og kannski talandi tíðarandann, þá svona það sem ég skynja kannski með sterkar núna með bókina Fríða hvað hún tengir við tíðarandann og eiginlega kannski hver sem hann út af því að maður var að hugsa alltaf hluti þegar maður var lesna fyrir jólin og núna erum við eða hálfum þættinum að tala Úkraínu og stríð sem maður var ekkert að pæla í þá og þannig að það var bara pínu freistandi líka að hafa svona þátt að hálsa stresti hvort að merking tengist við merkingu tíðarandans þá hvort merkingin breytir merkingu. Já, nákvæmlega. Það gera allar góða bækur, náttúrulega. En talandi góða bækur, ég bað ykkur að hugsa svona, já, ég ætla að byrja á þér, Hermann, að þú náttúrulega sérfróður í spænskumálandi skáldskap. Eitthvað svona sem þú getur gaukað á okkur þeim heimsálmi? Já, ég var að hugsa, mér varð svolítið mikið hugsað við merkingu, ég var mjög rosalega hrifinn af merkingu. Mér varð svolítið hugsað til nýjustu bylgjurnar í Suður-Ameríku. Það er bara konur og það er ekkert endilega margt sameiginlegt, svona fagurfræðilega. En jú, það er samt eitthvað og eina af þeim heitir Samantha Schweblin. Það komið út, það er svo skrítið með hvernig þessi heimur virkar. Þessi bók kom út á íslensku og hún heitir Bjargfæri, bróðir með dýtana og hún kom á bókmenntahátíð Samantha Schweblin. Og hún selst í milljóna eintökum allan heim, þessi höfundur, er metsöluhöfundur allan heim. Hún seldist á Íslandi svona í alltaf 10 eintökum eða svo. Það voru lengi 3 en síðan náðu kannski 10. Og maður veit ekki alveg af hverju. Kannski af því að hún smá í þessum vísinda skáldsagna eða svona framtíðar dystopíu sem kannski hafa aldrei náð bólfestu á Íslandi. En bókin á eftir þeirri bók mér ansi góð. Hún til í enskri þýðingu, þess að segja fleiri lesa hana, hún heitir Small Eyes þar. Hún svona gerir kannski svipaða hluti og Fríða hún tekur hugmyndina farsíma á Facebook og alla friðhelgi einkalífsins sem við erum að missa og hún búið sér alltaf til leikföng með Tiki, þetta rétt og þetta er svona leikföng með 12 augu þar sem einhver út í heimi sér þig og stjórnar hegðun leikfangsins. Þetta er eins konar virtual gæludýr, ég mæli með þessari bók. Hún heitir Small Eyes á ensku en Tiki á spænsku. Og mér finnst hún frábær rithöfundur, hún sé bara einn nýji Gabriel Márquez á þessari nýju bylgju. Steinunn, þú varst að byrjuð að glugga í dystopíuhöfund meðal annars, en hvað hún að þessum núna? Já, ég var að byrja að lesa Burning Questions, Margaret Atwood, sem eru svona hennar ritgerðir og ávörp og ýmislegt sem hún hefur verið að segja og skrifa frá 2004 til þessins í dag. Og hún er náttúrulega algjört risi í þessum geira sem við erum búin að tala núna, dystopíuna og vísindaskáldsöguna og bara einmitt algjör risi í þeim heimi og ég hef eftir að lesa meira eftir þessi klassíkerar eins og Oryx og Crake og Handmaid's Tale og þetta allt sem ég get af með heilsuga mælt með
og ég bara, eins og segi, rétt byrjuð á bókinni, en sko varandi þessar með dystopíunar og og sci-fi, ég held það ég alveg heilmikið inni sem sagt, þú veist, í íslensku bókmenntalífi af því að ég held að fólk hafi kannski bara ekki sko kveikt á því, en það elskar, þú veist, maður heyrir að fólk virkilega hrifið af því sem hefur komið út af því svona þessu stóra sem hefur komið síðkast eins og þessari bók, fólk er mjög hrifið af henni, og Þríleik Hildar Knúts sem að kannski svona aðeins líka aðeins stendur inn á svona úlinga en samt, og Eylandi, Sigríðar Hagalín, virkilega hrifið af því og kannski átta sig ekki, við höfum kannski verið svona hæslega að skella merkjum með dystopíu og sci-fi á þessar bækurum, þær eru það klálega. Þannig ég held að sko með hrifningu fólks á þessu viðtökum þá sé bara tímaspursmál þangað til að dystopíun bara kemur inn með trukki sko í íslenskt bókmenntalíf. Hann ekki svona pínu að gera þetta? Jú, ég held að sé að gerast núna sko. Já, ég man sko eftir svona 5 árum þá ætlaði ég að skrifa einhverja grein sem einhvern veginn komst aldrei í að skrifa íslenska dystopíur og ég var með svona 5 bækur kannski sko sem á leslistanum fyrir það. Núna, það er of seint að skrifa grein út að núna eru það alveg orðnar 30 sko, það er orðið eiginlega of stórt verkefni, þetta einhvern veginn að satsaði niður sko. Þú skrifa bara það, þú skrifa sko breytinguna, greinin. Þetta er of stór bunki, ég þetta ekki. Heyrðu, en þá bara, ég sem komið inn ansi langt á tímann, þannig að ég bara hvet fólk hlaup út í búð og eða bókasafn og tjekka á Fríðu og Margrét Atwood og argentínskum bókmenntum að sjálfsögðu. Og en þangað næst, þá bara bið ég kærlega, þakka þér kærlega Steinunni og Hermanni fyrir komuna og bara ykkur fyrir að hlusta og horfa. Takk fyrir mig.